EM í handbolta hafið og Ísland hefur leik í dag og það þýðir bara eitt. EM Epic, alla leikdaga, 1:00 og við erum farnir í gang. Og við erum komin með mækaran heim. Já, mér var sendur heim eftir síðasta þátt. Það þurfti að hafa eitthvað smá vit í þessu. Já, fá fagmennsku í þetta. Ég bara dreif mig heim pantaði mig flug bara fyrr og hérna, mættur. Klár í slaginn. Ég er klár í slaginn. Og þú verður hérna bara þangað til við sendum þessu út í milliriðilinn? Já, ef að guðleifir. Nafli? Já. Always a pleasure. Já, sömuleiðis, gaman að vera hérna. Og þú ert í vintage landslýstreyju? Já. Og þetta summa á hann? Eða svona getur þú sjá þig? Og þessi auglýsing hérna í hálsmálinu, þetta þetta nýtreyja? Þetta safngripur, nei, þetta keppa. Það Rabbit, já, ég ránaði með það. Já, umdelt. Ég einhvern veginn vil fá Rabbitinn aftur á hinna treyjurnar, eða nýju treyjurnar. Já. Maður fer ekki allt í þessu lífi. Flottur styrtaraðli þar, Dóri DNA. Takk fyrir, hvað erfið að spjalla allar að taka þig mig? Þú varst að hérna, hvernig líður þér? Ég var nú að lesa einhverju hryllingssögur að við fengið gat á hausinn og bara alinn heima og einn fengst gat á heima með hausinn. eitthvað hanglaði, ömulega, engin, ég þurfti að senda ykkur SMS bara í konu og böll láta vorkina mér, en veitir hvað, ég dreif hingað, ég með léttan heilaskaða en það ágætt. Já, það gott. Það oft betra bara. Já. En hérna, Dóri, þú ert náttúrulega, þú veist, mikill svona handbolta þengjandi maður. Allavega í janúar. Já, en sko, ég er bestur með mönnum sem fylgjast ekki með handbolta. Já, það sem þú getur slegið þig og Það sem ég get verið eitthvað kongur, skilur. Komur bara með eitthvað þvælu sem ekki En svo leiðir. því komin hérna ég alveg, áhugavert, shit, alveg hér, sko. En ég get allan að fundi vingil á þessu öllu, sko, og spenntur, sko. Þú veist, ég spenntur og við með breiðinaða menn heima að EM-væða stofuna heima á mér og hérna. Já, það var að klæða þetta allt ykkur landslýs. Klæða þetta með landslýs og fá spónsa á þetta og svona, sko. Ertu peppaður núna ofta á þér, eða hvernig svona? Ég ætla nú bara að viðurkenna það, ég verð alltaf jafn peppaður, ég hugsa alltaf bara, við erum að fucking vinna þetta. Þetta svo ég gaslýstið árið með málmlyktinni, hún ekki farið þessi það alltaf var frægt, sko, þegar ég hitti þetta og bara hvað að fara að gerast, og hann sagði það málmlykt í loftinu og við vorum bara sendir heim hann þetta við 15. sæti eða eitthvað þetta var 23 hérna eftir COVID-mótið sem lendum í 7. sæti og vorum hálfsprut þetta bara svo rosalega mikið að mótum að ég man bara þið töpum fyrir Ungverjónum með mitt, sko 23, hafa það mót? Já, ég var að mynda að þjálfa þarna fyrir austan ég var fyrir austan, sko klára eitthvað leik í Powerade beigarnum eða eitthvað, sko og ég man á 20 stiga fróstúti, sko ég fann eitthvað pub á Akureyri og þá töpuðu þessu fræga Ungverjuleik þegar leiðin var svipuð og hann núna, sko það var HM, var það ekki 24? 23, það 8 til árinu HM ég veit það, hvað 24? það var Svíþjóð já, móti hverjum? Það var svíjaleikurinn í milliriðlinum sem skemmt þetta fyrir okkur. Nei, þú ert að rugla núna. Það var 23, sko þarna 24 já, þetta gummi þegar ég að tala 24, þá erum við í Þýskalandi við töpum fyrir Ungverjum með 8 mörkum í riðlinum sem við förum með okkur í milliriðil töpum unni svo fyrir Þjóðverjum með 1 og það voru þessi leik svo vinnum við, þú veist, endur við þetta vel og þú veist, þetta muna eitthvað bara stíða töpuðum bara einhverjum 2 leikjum það var bara öllin voru að vinna hvert annað öllin við 3. seti en við töpuðum Ungverjum samt bæði árin en fyrri leikurinn var helviti þá voru 5 mörkum yfir og það var 20 mínútur eftir en við skítöpuðum bara hinnum en sko, þessi Banhíti sem allir að tala um við tölum náttúrulega betur Ungverjuleikinu þetta bara á 3 en bara smá móli að þessi Banhíti, það allir hérna bara syngjað og trallandi, hann átt, sko í þessu leik sem við töpum með 8 mörkum 2024 þá var hann rautt eftir 11 já, ég man eftir því það var náttúrulega leik Kai sem átti þann leik ég var á þessum leik alveg rétt, mér myndi hann hafi sett 12 nei, það var leik Kai já, ég man eftir því að hann fekk rautt að hann strax og þá vorum við ennþá meira fagnandi en við fögnuðum ekki leikslökum þú ert nú svona elstur af okkur og þú ert með helviti mörg mót á bakinu ég er frá 1984, sko það svona fyrsta alvöru mótið mitt Ólympíuleikarnir í Los Angeles 84, þá var ég að hlusta á útvarpslýsingar af gerum jafntefli í Júgóslava í fyrsta leik sem var besta liði heimi og gott urðu ekki Ólympíumeistara síðan
84. En þú manst á eftir Suður-Kóreuleiknum 86. Já, ég man eftir honum. Ég grenjaði alla nóttina. Ég ætlaði að vinna það mót og við byrjum á að tapa. Sá riðill skemmtilegasti riðill sem við nokkuð tíma spilað. Já. Í sögu allan frá 84 þá töpum við þeim leik og vinnum síðan Sviss minnum mig og svo kemur þessi fræga leikur allan móti Rúmeníu. Já. Það sem að Gummi trillist í restina og fagla, maður getur fagla með þetta, Rúmena voru alltaf með geðveikt lið, við urðum að vinna þá og unnu þá. Atli Hilmar sér hraðaplöpi í restina, það ekki segja þetta, og vippaði yfir markmanninn. Það er sáleikur. Það er svona með örgulega 5 stærstu sigurum bara Íslands í handbolta og þar komum við okkur í milliriðil og einmitt í hennan fræga Danaleik sem við aðeins búin að ræða þegar búin að sína hann. Já. Þú ert að tala 86 nú. Það 86. Já. 84 gerðu þau bara ágætt held ég líka sko. Þú voru bara með hörkulið á þessum tíma. Hörkulið sko. Akkurat, þetta var svona, þú veist, ég meina svo kemur BKM 89 og já, en við skiptum á okkur í Seúl 88. Já, og fórum þar leið einhverja BKM sem var samt mikið að stónu lögum, en það var samt BKM, sko. Já. Það ekkit fakkilega mikið í dag myndi vinna BKM-na, sko. Nei, það svo verið top 5 eða top 6 á HM eða eitthvað, er það ekki eitthvað list? Já, og það voru samt bara einhver 4-5 lið sem var ekki BKM-na. En ég man eftir opnu í Íþróttablaði DFF 2005-06 það sem stóð hér átti að fjalla árangur íslenska handboltaliðsins á einhverju móti en hann var engin. Skilurðu, hann að, þú veist. En ein spurning sem ég ekki alveg með, var þetta eina B-keppnin sem var haldin? Ég man ekki eftir B-keppnin. Nei, þetta er eina sem er eitthvað talað sko. Já. Já, var kannski eini viðbútt. Hvað kom þessi B-keppni? Hvað gá? Væntanlega sæta á næsta HM? Geir Slæs sagði mér eftir alveg hvað þetta var, en það voru geggjulið í B. Ég er að segja, það voru bara eitthvað 4-5 bestu voru ekki. Öll nema 4-5 bestu voru ekki. Já, það var Þýskaland og Rúmeníu og Pólland. Lönd sem er ekki lönd í dag líka, held ég sko. Já, bara svona Júgó og Sovjet og ekki Sovjet hefur potta ekki. Sovjetríkin, Júgoslavía, mögulega Svíþjóð og svona þessi lönd hafa ekki verið. En ég mynda, þú veist, við unnum nú Þjóðverðina þarna í frægum leikið þeirri keppni. Það var dröggstært. Við vorum með helvíti gott og í svona við förum kannski betri yfir eftir og við talum í Íslanda. Það voru svona allt verið handbolt í dag en það voru meiri karakterar í því liði heldur en í dag. Þeir þurfa að sína með strákarnir í dag að þeir sé ekki bara flatir. Já, þú ert líka, þarna ertu líka svona 11-12 ára á þetta, eitthvað sluðis. Já. Þetta er svona aldurinn, mitt móti er svolítið Kumamoto 97, það var í 10 ára sko. Það er bara eitthvað mót sem ég sé fyrir mér í hittum. Það er 22 ungverið með 8 liðu. Já, endur við 15 svolítið. Töpuður ungverið líka, ungverið og ég voru miklu betri liða þeir eru líka með einu marki. Pökkuðum júkkunum saman, ég man ég vaknaði eitthvað klukkan 5 morgunni til að það var mót sem við gáttum unnið, töpuður ungverið. Dagur sé og Patti og það var Óli Steff og Valdi Grímsson. Hvenær er Óli Steff með svarta hárið? Hvað sér þau? Hann er í 97 eða ekki? Hvað sér þau? Er ekki svarta ári í þessu móti? Ég held það. Óli, það er Kumamoto. Það er Kumamoto. Það eru góða minningar sko. Þetta eru glæsta minningar. Herru, ég ætla nú rífa þetta eins. Já. Komast að tjattið. Ég vil fá tjattið í gang. Við ætlum að gefa evrur fyrir þá sem eru virkir og skemmtilega á tjattinu. Fáum tjattið eitthvað lífi í þetta. Akkur er þetta ekki á YouTube spurning, er það? Við erum á YouTube. Ég getur djenamaðurinn og Ponsan myndalegt þristapar. Ég er sammála því. Þú veist í alvöru. Þú er svona gæði sem tækir árasöldnar og ég fyrir aftan. Þú fyrir aftan? Já. Ég væri svona indjánast eitthvað. Já, þú tækir bara að kemja árasöldnar. Ég var alltaf með 5-1 og lablan í indjánum. Það er faðmurinn. Ég er bara duglegur að stela boltan. Snöggur á fyrstu metrum. Og sér ríki beint í og svo er hraðablögg. Það er klókur. Já. Það er til dæmis sko vopp sem ég fannst gullaldalið, þú veist, að hafa gett á hreinu, skilur. Þú veist, það var Alexander eða Guðjón sem bara gönnuðist fram og áttu boltan einhvern veginn. Mér finnst hraðablögin okkar oft bara trist núna, sko. Þetta er bara handbolti bara búin að breytast. Þetta er bara almennt minnum þetta. Já, út af það er bara, þú veist, það er bara, já, þetta er alltaf ákveðin séns, þú veist, það er bara svolítið eins með fótbolta eða handbolta eins og í fótboltanum. Það er einhvern veginn búið að ofgreina þetta í döðlur, þannig að það er svona að vera að taka út áhættu mikil atriði, skilur, sem getur fengið í baki. Það er til dæmis ástæði fyrir það eru miklu færri skot almennt utan að velli handbolta í dag heldur en var fyrir 10-15 árum. Já, en það voru allir að segja að það var alveg búið. Það er ekki alveg búið. Það er ekki alveg búið, en það er búið minkar rosalega mikið. Þá segja menn, ok, ef þú skýtur á 9-10 metrum og klúðrar, þá eru miklu meiri líkur að fá marki. Já, við hefum þetta mögnu tölfræði sem ég held að Logi Geisa var að tala um það í þáttunum í daginn. Þeir eru búin að tala á nokkur sinnum, ég held að þessi Logi
að þrjú bestu liðin í heimi og þrjú efstu liðin og síðasta HM eða eitthvað að þau voru í fæstu uppstiltu sóknunum í mótinu. Já. Einmitt. Það er bara tölfræði sem lígur ekki. Já, en það er ekki þessi fyrstu bylgjur hraðaflöp. Þau eru að taka seinni bylgjuna og halda þrýsting. En er ekki að stilla upp, skipta inn á og þetta gamla góða til, taka Steina Birgi, setja hann á bekkin og Atla Hilmas í skipt og þetta tók alls sín tíma, sko. Þessi lið, þrjú bestu liðin, stilla minnst upp. Já. Það er áhuga. Þetta eru bara gögn. Þetta eru gögn. Já. Frá Loga Geisinni, kongnum. Já, kongur í sjálfur. Hann mætir alltaf með móla. Já, ég meina. Hann er ekki alltaf með svona 7 blöð með sér og nokkra penna og hinn er bara eins og ég hef aldrei mætt með blað með mér í þátt, sko, en Logi mætir alltaf með allt upp á 10 og ég held að það sé líka bara til að sína hann, sé með þessi blöð og þetta sé fámest. Ég var með honum í panel í gær, sko, upp í Kapla og ég var með honum og Aroni, bara geggja spjall sem áttu þar. Og þá var mér svona flettimöppu svona, svo var það bara svo kom ég kannski með eitthvað spurningu og þá bara svona á flettan þetta mistari sko. Ég er dýrkalóða sko. Og ég ætla bara að segja ykkur að það er típa eins og Logi sem vantar í þetta lið þú veist maður klárlega. sem sko bara þorir að taka skotin og er nógu bara djarfur einhvern veginn og ég ætla að nota þetta nógu vitlaus og var bara góður líka geggjaður ekki taka það á hann það eru geðveik spurningan það einn leikmaður frá 2008 liðinu sem þið myndu vilja fá í þetta lið fyrir mótið 2008 liðinu? Já, bara Olympíu bara Já, 2008 ekki leikur sem eru fætt í 2008 ég reikna með þetta sé ég bara spáði svo mikið af mótum en auðvitað það stærsta mótið Ólympíuleikarnir sko Pettersson Róbert Gunnarsson Já, þetta er sko báð með á vellinum já, bara frábær línumör ég ætla að segja Logi Geirs bara fá eitt svona ég ætla að segja það líka eitt svona til að brjóta þetta upp eitt svona sem brýtur þetta upp og bara hann bolti vinst alltaf á sem hérna mörg og það eru einmitt ekki uppstilta sóknir og hérna þetta er aðeins of kerfis miðja Ég myndi taka Bjarnar Friðsson bara gott að hafa þetta hafa bara í Ólympíuþorp hafa bara einhverstaðar eitthvað hóteli fyrir utan Ólympíuþorp það fyrir ekkert í hópnum það bara kemst ekkert í liðið en það bara hefur nálægt strákurum Ætli það sé versta hlutskipti bara þetta er eitt versta hlutskipti sem ég hef heyrt hann var fastur á einhverju hótel í Kína í 3 vikur sko. og þetta var ekki svo aðgengi að bara það var farið betur með minn mann Gústaf Bjarnason ég held að hann var í sömu stöðöld í 92 en hann var í Barcelona Já, það er aðeins skára hann var bara niður á börunum að niður á strönd toppmálum þar sko Herðu, og kíkja þess á náttúrulega mótið byrjaði í gær með 4 leikjum Nei, þetta er 6 leikjum 4 í gær Það var 4 í gær sé fleiri kvöld og ef við getum sett þetta aðeins bara upp á skjá strákar, þetta byrjaði allt saman í aðrilunum með leik Spánverja og Serba við getum sett ykkur það, ég er í svona tippleik og ég var með akkurat rétt úrslit á hann leik 29 ég glemdi að setja tippinu þinn í þessu leik, ég ætlaði að vera með ég er ekki með í ár Þetta var ekki, Spátn ekkert eitthvað bilarslega samfærandi? Þeir eru búin að vera hörmung á síðustum 2 mótum Þeir bara, ég var að horfa á þetta Þeir unnu þetta 2022, ekki? Já, unnu Nei, það voru svíjarnir, þeir lendi öðru seti Já, einmitt Unnu 2020 En já, ég held að Spánverðir gera ekki tísum móti þeir eru allt og mikið erfiðum leikjum ég vantaði annan Tutsibæði bróður held ég ger sá þetta ekki sko en þetta segir okkur samt að þessi riðill Íslenski dómarar Íslenski dómarar, en það er ekkert að bestu liðunum í þessu riðli en ætlaði þetta gæti mögulega verið jafnast riðil þetta er ekkert auðveldi leiki verið Spán á Þýskaland sko Nei það gæti dótt og að úrslit næst Já, ég held að jafnast riðli sé Færeyja slóðum ég er að tala með svona svo einhver lið geta eitthvað en sko þarna fái Spán Þýskaland og þú veist sigurinn í þeim leik er að fara væntil úrslitaleik svo við frakka hverju fara með dönum í undanúrslit Þannig að það er alveg Ég ætla ekki að vana með þetta mína menn ég segi okkar í á nafnum í Portugal við erum miklu kosta menn Portugal getur unni öll í sér liðin nema Danmörk sko. Ég ætla bara að segja það að Austurríki, Spánn, Serbía, Þýskaland það kom ein óvænt úrslit þar á morgun
Já, ég held að Austurríki vinni bara sport. Ég held að líklega að Austurríki gera eitthvað á móti Spáni en Serbarnir móti Þýskalandi. Þetta var svona, ég var að horfa á leikana Spán-Serbíu og þetta var svona, þótt að séu 2 mörk. Þú veist, mér var svona alltaf þegar Serbarnir voru svona aðeins að hóta þeim, sko, þá náður alltaf svona 3-4. Hvernig voru okkar menn, Anton og Jónas? Þeir voru bara með allt lóðrétt eins og vanlega. Nei, þetta Nei, Freddi segir að þetta sé besta þýskalið sem hann hefur þjálfað. Segir hann? Nei, besta landslið segir, sem hann hefur þjálfað. Þú veist, þeir hafa nú unnið þetta mót þegar enginn spáði sigri. Já, 2016. Í stjórn dags. Já. Þú veist, ég veit það ekki. Þú veist, mér finnst alltaf Þýskaland vera svona lið sem performar á svona mótum, sko. Þeir vinna hennar riðil, þeir held að fara með þessi 2 stig áfram og ég vil sammálaði, þannig að mér langt líklegast að þeir spili við Frakkana að komast í undanúrslit. En þeir þurfa líka að vinna Spán, þeir þurfa að vinna Portugal, þeir þurfa að vinna Noreg, þeir þurfa að vinna alltaf mikið að leikjum, sko. Og svo getur þetta orðið bara, menn kroppa bara hver öðrum. Já, það verður einhvern veginn þannig. Það er ekkit eftir bókinu þarna nema bara Danir. Danir gæti meira að tapa einu leik, sko. Þarna, það kemur ekkert orð til þessu milliriðli að þú kemist í undanúrslit þráttur að tapa 2 leik. Það getur alveg gert. Það verður bara, þetta verður mjög skemmtilegt að fylgjast með þessu milliriðli. En þjóðarnir skilur sjáum góla markaðistum með 7 mörk, Júri Knorr út með Úskins, Örfenda, þetta er bara svo mæti bara Volvo alltaf í leikinu sem þarf og tekur 25 bolta og 4 vítakost. Á deginu sínum þá er hann bara upp þér með Emil Nielsen, sko. Já, á deginu sínum, hann er bara svakar. Þú veist, þegar hann er í beastmót. Og ég lofa eitthvað því að við færum í eitthvað leiku 5.-7. sæti við Þjóðverja, ég tala nú ekki um undanúrslit, að þá er hann aldrei að fara að verja undir svona 30 boltum, sko. Og þeir vinna okkur. Já, bara vinna okkur bara svona 36. Þið byrjaði að tala um hvernig ég byrja ekki að spila þessar 84. Ég man ekki eftir einu móti þar sem við farið eitthvað að jafna leik á móti svona leiðin sem var að jafnt og við hefum ekki skotið markmenn í stuð í hinu leikum. Ekki einu. Þessi rið, þetta er nú bara, þú veist, það er eitt leikur sem er skipta máli í þessu rið og það er Frakkland-Noregur í lokaumferðinni. Þetta er slakurrið, hinn er betri. Já, miklu betri. Sjá það líka, þetta eru 14 og 17 marka sigrar þarna, sko. Maður svo björriðlinn, það er byrjar í dag, Danirnir... Þetta er björriðlinn, ekki? Já, þetta er hérna saman. Ég væri til í eitthvað Portugalst uppsett á móti í Danmörk. Það er rosa. Ég held að myndi setja það í svo mikið óstuð, það sem eftir er mótsinn, sko. Og Danirnir eru nefnilega, þeir eru búin að vinna 4 HM í röð, þeir eru EM síðast 2012. Ég veit það. Þetta er HM-þjóð. Þeir eru ekki unnið í 14 ár. En þeir eru á heimavelli núna, þannig að það munnar það. Þeir eru ofta á heimavelli. Hafa þessi EM verið þar? Já, ég sennileg ekki. Meira HM held ég. Já, þessna vinna þér. En ok, tökum hérna bara... En þetta er bara náttúrulega eitt leikur þarna, það er Danmörk-Portugal, hitt er bara easy fyrir þau, og Danir vinna alltaf Portugal í þessum leik, sko, en þeir gætu tapa fyrir Frökkum eða Þjóðverjum eitthvað svoleiðis í millilinu. Já, alveg klálega. Tökum hérna að kíkja aðeins á hinarreilina bara, við ætlum aðeins bara svo klára þetta og við fyrir svo í okkar menn, sjáum að þessi riðill, þetta er svona, það eru 2 af þessu liðum fara í okkar milliriðill, þetta er svona, þetta er riðill þar sem að það gætu eiginlega öll liðin farið áfram. Já, Gaupi segir þetta sé allt orðið stórkostlega þjóðir, við erum að passa okkur á þeim öllum. Já. Stíu Gaupa, hann er búin að tala þær allar vel upp. Hann elskar að gera þjóðu sína stressa fyrir svona mót, sko. Það er líka kannski eitthvað sem hann spilar inn í að svona sko. Það er engin betur að halda væntingunum. Við var okkur á Svíslendingunum, sagði hann í gæri. Hvað sagði í Big Ben í gæri? Hann vil láta sjá heiminn brenna. Hann er jóker, sko. Hann vil allir séu bara á nálum bara yfir Svartfjallalandi, sko. Ég ætla að spá því, og ég er búinn að gera það að Svíslendingar vinni hennar riðil og ég ætla að vera sammála að Gaupa með það ég held að þeir séu síndu einu ekki og við höfum ekki eftir að auðveldan leika mótið þeim. Ég ætla að segja Sviss og Færeyjar fara áfram með þessu. Já, ég var að sjá Færeyjar þeirra besti maður verður víst lítið með í riðlunum ef hann verður eitthvað með. Býtu, Elias? Já, ég sá það einhvers staðar. Ég held að hann Slóeni að missa leikmenn út Svisslendingarnir grótarðir. Ég vil líka sjá okkur á svona Svissleiki hérna svona 18, 17, 17, 16. Ég elska, það er mitt Sviss. Það er Sviss. Þú veit svoleiðis á síðasta mót. Ég kíkja á síðasta mót, Sviss, hörk úrslit. Hörk úrslit, tapaður í Þjóðverjum með 2. Þeir gera jafntefli Þjóðverja. Þeir fara jafnlangt á Ísland á síðasta móti, sko. Undankeppni HM, það gera jafntefli við Þjóðverja bara núna síðasta vor. Já, þú varst talað um það. Já, var ekki æfingalegur.
það var undakefni Þannig að þetta verður bara skemmtilegur riðill og við þurfum alltaf að fylgjast með þessu með það skiptir okkur máli Heldur betur, ok, er riðillinn þetta er Hollendingarnir eru svona sínt, þú veist, þeir eru svona Ítalía nema bara betri Hvað eru margir með hökutopp í hollenska landsliðinu? Hvað séru? Hvað eru margir með hökutopp í hollenska landsliðinu? Þú búin að taka það saman? Í fótbolta? Nei Í þessu? Eru þið líka með góðar hana? Ég hugsa það Já, ef við hugsa hollenska fótboltamenn það verður svona 99% líkur sem er svona ógeðslegan hökutopp sko Já, eða dredda sko Eða bæði Þristatir hljóta verður með dredda En þarna ef allt er eðlilegt fara Svíarnir og Króatarnir Já, það er alltaf eðlilegt en ég ætla ekki að hollendingarnir geta alveg stríkt Króatunum sko Það er á hérna mánudaginn Ef þið ítið hérna bara aðeins hérna, maður fyrir alveg í nördin, ef þið farið eins bara ítið á Holland bara sjá hverju eru þarna, eru ekki með alltaf þess að konga þarna, Kai Smits og hann hérna litla Kai Smits er þarna, jú Já, Bayerns er þarna Hver er Luke Steins, er hann ekki þarna örgulega? Þeir eru alveg með leikmenn sem geta stríkt sko. Þetta verður ekki öll fyrir Króatarnir Sjá það, Luke Steins hann er í PSG Ég held ef að Króatarnir vinni og þá bara vinna Króatarnir og bara með 1 eða 2 mörkum sko. Það verður aldrei rétt meira en það Já, sko, Holland getur stilt upp í fínt byrjunarlið en það er svona þegar er breytin Það er breytin Þetta er handbolti, þetta eru bara 3 leikir í riðlinum ég menn þú ert ekki til að breytti það sko. Nei, en ég er að segja það, í riðlinum Já, ég segir mitt í riðlinum, þá fara þær að fá stærri ef þeir færið ángað, þá fara þær að fá stærri kannski 2 bási sko. Þetta er nefnilega, Þetta er þú veist, til dæmis tölvöld betra leið en pólverðin úr Ítalandi við erum mun hefnari með riðil að vera með þeim 2 Herriði strákar, bara svona árið fyrir mig okkar leik í dag Þú veist, þið eru svo sem búin að segja þetta bara með að verum ég menna, þú veist, bara átræts á Epic að þar eru Danirnir auðvitað langt líklegastir en eins og hvað var þetta 1,4 í stuður sko, það er rosalegt sko, það er rosaleg stuður fyrir að vinna mót sko, það er bara galið eðlilega lítið Leðilegt veðmálsamt sko Mjög Sittur ekkert neyðasjóðun á þetta Nei Og bara eitthvað að veðja á Dani maður Það er bara ekki það sem ég geri í þessu Nei, við stöndum ekki fyrir það Það er ekki eitthvað sem við stöndum fyrir Við erum lítið í því En er eitthvað, hérna, Mike eitthvað sem þú sérð sem geti í hverju bara hverju vinna móti, þú veist hverjir ef það er ekki Danir, hverja sérðu fyrir Já, það er bara Svíjar held ég Svíjarnir? Svíjar? Að því ég held að Svíjar sé eina liði sem getur unnið Dani sko Já, þeir eru líka með miklu öðldari leið þannig að þeir eru þá allan mjög öryggir í undanúrslit Já, ég er að segja þá þarf það að vera undanúrslitum sko. Svíjarnir endi öðru, eða Danir enda kannski óvænt í öðru seti eða enda bara í fyrst og Svíjarnir öðru og Svíjarnir, þú veist Danirnir síðustu 2 mótum allan spilaðu einu sinni, hörku vandræða með þá Það er alltaf hörkuleikir Já, það er bara hörkuleikir og það er svona lið sem getur bara unni og bara 30-29 allt í hennu og Danir eru bara dotnir út Ég sé ekkit annað lið vinna, allavega ekki svo spilaðu síðasta móti stutt á milli það sem að Danir hafa bara umfram aðra þeir spila bara miklu árangursríkari handbolta einhvern veginn það bara sóknar höfum bara það er enda með færi í hvert einasta skipti Ég er líka bara góðir að spila sem besta mann í færi sem Mattias Gitsel og erum með dundum markværslu hinum einn oftast erum við góða markværslu en ég er bara sérstaklega sóknarleikur þeir eru allt öðru leveli heldur en öðru liðum það sem ég sé, þetta mót er náttúrulega ekki byrjað Þetta flæðir allavega rosalega vel hjá Já, það er svo gott flæðir Erfitt að sjá hvar kerfið byrjar sko Svíjarnir geta strítum Já, og ekki glemma frökkunum þeir eru alltaf, það er EM-þjóð EM er svolítið þeirra mót Þeir eru samt eitthvað að fara í meðslu ég sé bara ekki frakkan að taka Danina sko Þeir munu allan Þeir þurfa trúlega mögulega að gera það tvisvar Já, þeir þurfa að mæta þeim tvisvar en þurfa bara að vinna á því setjuleikum Kannski þurfa að vinna báðuleikin Já, mögulega Við vinnum Danmörku fyrir 6 árum Já, getið þið nelti sjöðna frá Rasmus Boysen sem að spáður okkur bronsi, ef maður rétt Sko, Ísland eru taplausir í opnuleik EM síðustu 6 skipti gerum hérna jafntefli við Serbana síðast en leikur sem að ég var á vinnum svo Portugaluna 22 í Ungverjalandi vinnum Danina í Malmö 30-30 ég var einmitt á þeim leik líka þar sem Aron Pálmarsson var með eitthvað 10 mörg Já, Aron Pálmarsson var sko með eitthvað 12 mörg og eitthvað 11 assist sko. Hann var með besta leik ferilsins í þessum leik það var svaðalegu leikur sko. Og hérna 2018 vinnum við Síana 2016 Noreg og 14 Já, byrjum þetta vel Já, Ítalandi er ekki að skemma þessu tölfræði Hann var að tala um þetta hann Jói í gær í þættinu sem þú varst með honum í Jón Gunnar að það er svona, þú veist
fyrsti leikur af því að íslenski þjálfarar, það er góða punktur í honum, þetta er alveg hár rétt, bara íslenski þjálfarar er mjög framælega öllir svona leikgreiningu, þú veist, sér það ef þeir eru ekki að þjálfa, þá er einhver íslenski, bara svo Gunni Magn með Degi og svona, og þá ertu búin að hafa sko mánuð til að greina móterinn í fyrsta leik, og það er bara búið að klippa hann í döðlur og bara einhvern veginn. Það er Jóhann Gunnar þetta. Jón Einarsson. Já, ég held kannski að hjá með að vera að tala um þetta. Ég meina það er búið, við erum búin að greina það Ítalana það vel að það er búið að fljó dróna yfir að spila. Ég ætla rétt að vona að ég ekki farið mánuður í það að leikar í Ítali og vera svo með allt niðrum okkur mútið Ungverjum 100 skipti. Nei, ég veit að ég sé að þess vegna það hefur mögulega verið bara betra að byrja Ungverjum. Og ég meina þú ert að tala, ég var þetta á þessu Serbaleik líka, það var skelfilegt. Voru mjög heppnir á jafntefli og það bara líður. Já, bara síðustu sekúndur Einar Þorsteinn kom inn á bara til að hendi sér í þvælu. Já, það var bara einhver algjör þvæla en fyrir utan það er margir, þú ert að tala um Svíþjóð og Noreg og Danmörku og bara búin að vinna hörku lið í fyrsta leik. Sko maður stjatti þetta, af hverju nafnlinn svo eini sem passar í treyju? Þið verður að svara því. Þú ert 59 kíló. Já, ég er á Savakúr, ég mun passi í treyjunum næst. Já, mín í póstinum sko. The Post. Hefur nafli verið settur upp á þriðju horninu og hendi í sirkusmark? Já. Nei, við erum tilbúinir að gera það. Já. Á í sirkusmark? Ég er ekki svo viss. Þú myndir alveg muna það á eitt reysi. Já, ég hugsa það. Svo endilega hendi ykkur svona berries spurningar á naflan. Ég dreymdi hrifinn á þeim. Sérstaklega á föstu. Já. Það slæðir alltaf í gegn. Ykkur berries. Slæðir alltaf í gegn. Herru, hefur ekki að fara í það sem að fólki er búið stilla nú til að hlusta á. Það er móteri dagsins. Ítalarnir. Ítalía. Þeir eru að fara að opna okkur svona 3-3 ævintýri eða ekki? Já, sko þeir spila ef þú horfir á þetta með dróna þá er þetta í rauninni 5-1. 5-1 með dróna. Já, þú horfir á þetta með drónanum. Já, þeir hafa verið að spila svolítið, verið að sleppa línum. Það er ekki svona trölla sem fæðist á Ítalíu mörg. Þannig að þeir hafa verið að spila svolítið með 4 fyrir utan. Og svo spila þeir mjög aggressíva vörn, svona maður og mann, 3-3 vörn. Og þetta verður svolítið áhugavert að sjá þetta. Sko þjálfari þeirra, Bob Hanning, hann er framkvæmdastjóri Fúsi Berlín. Þetta er mjög spes. Hvað sér þau? Þetta er bara svo Úli Hönes bara var að þjálfa bara. Það er svo að segja það í þættinum í ger eða ekki. Við vorum í sama þættinum í ger. Gott viðtalið. Sumuleiðismistar. En það er mjög spes að þessi þjálfari í Ítalíu, hann var sem sagt að gaggrina, hann var með þetta besta fyrir mótið að hann var að gaggrina sem sagt liðsval Alfreðs Gíslasonar hjá þýska landslið sem formaður sko einhver liðs í Þýskalandi. Ég hef aldrei heyrt svona formaður liðs í Þýskalandi eða bara forseti sé landslið sjálfur einhvers annars landslið. Það var svona Tim Freihofer sem er vinstri hornamaðurinn í Fúsi Berlín. Hann var ekki valinn. Það er þetta ógeðslega góður leikmaður sko og þá bara er þjálfari Ítalíu raunir við þjálfari Þýskaland. En það Alfreð lét hann eitthvað að heyra það sko. Þetta er svo mikið. Þetta er snillíkar. Hann er líka þjálfari Ítalíu, hann er svalur á hliðalínunni. Alltaf einhverju nettur peysu og einhverju svona, hann er ekki eins og allir hinni búðingarnir bara í gallabuxum og einhverjum svona. Þú ert líka hrifinn af stærðinni. Ég er mjög hrifinn af stærðinni. Er þetta ekki einhver maður sem er búinn að leikgreinunnar og kemur með eitthvað þvælu? Það er aldrei menn í jakkafötum í handboltan. Ég vil bara hvort jakkafötu alveg íþróttagalla, það er bara einn sem var í gallabuxum, það er gum. Já, hann er geggjaður, eða eru girtar sko. En það er nefnilega hann kallaður sko Napoleon og þú spæði út á hæðinu og svo er hann með svona Napoleon komplex og er þessi náungi. Þetta er algjörlega minn maður þessi þjálfari. En tökum leikinn. Ok, þú veist það sem ég mest er að spá, ég var náttúrulega að segja þessi viðtalið þegar ég í gær að mér er að tala eins og mikið að leikmunum sem sagt í íslenska landsliðinu að það er einhvern veginn allir að fara að spila eitthvað hlutur, þetta er náttúrulega bara ekki þannig og eins og þú sagði sjálfur í gær og hefur sagt áður og margir aðrir, þú veist það eru og margir sem að geta bara að spila vörn og margir geta bara að spila, ég skil þetta reyndar ekki fyrir mér áttu bara ekki að vera í landsliðinu og geta spila vörn og sókn, en það er mitt en hvernig eru að fara að byrja þetta? Hvernig? Já, þú veist, og hver er að fara að spila? Hver er að fara að treysta í byrjunarlið? Já, ég skal bara segja hvernig byrjunarlið verður. Það verður hann byrja með Orra, byrjum bara varnarlega. Já, það er bara Orri og Óðinn. Orri og Óðinn, Ómar. Ómar er þá bakvörður. Hvað segirðu? Ómar er þá bakvörður við hliðin og Orra. Nei, Óðinn. Já, Elvar held ég að byrja bara vörn og sókn, bara alveg í byrjun. Já. Janus verður bara í bakverðinum. Og svo í þristablokkinni verður Elliði eða Ímir
og við verðum með eina skiptingu til að byrja með sem verður þá annarkvort að Ímir fer út af fyrir elliða já, þá er þetta ekki, það ég held að ef ellið byrjar í þristinum þá fyrir Janus út af já, Janus og Elvar byrja aldrei báður, það er ekki hægt að byrja að báða hvað fyrir Janus og Elvar akkur ekki að byrja að báða því að þú ert alltaf að fara að taka sem sagt þú vilt halda línumanninu inn á já sérstaklega mútið ítölum sem ellið er alltaf að fara að byrja held ég hann er alltaf að fara að byrja í vörninni já, hann getur til þess að spila sóknina sko já, ég er að segja það það var ég að segja, þú byrja með elliða þrist með Elvari og með Janus í bakverði ef við erum í stuttarskipti, þá getur Janus bara hlupið út já, Janus var ekki hlupið út heldur að það sé ekki frekar þá að fara að byrja með Ími eða einhvern sem hleypur út af heldur en Janus það fer líka eftir hvort með við byrjum skilur heldur hann sé ekki að fara að splitta mín spá er hann ekki að fara að splitta svolítið Janus og Elvari bara það spilar vördsókn annarkvort jú, hann gæti gert það en hann gæti líka bara verið með elli en þá náttúrulega byrjar ekki Gísli en þú veist, ég held að Gísli byrja frá byrjun ég er sammála því sko og þá þá verður að vera með já, þá ertu með elliða eða Ími sko þetta er alltaf Gísli en svo gætur líka verið með sko ellið í bakverðinum getur verið með Elvar og Ími út af Gísliðin já, það var sem ég var að spá að þetta myndi byrja og Janus myndi bara byrja á bekknum já, bara alveg svo kemur hann inn á þetta í 10-15 mínútur en hann er hrifinn af Janus, það er eitthvað segir mér að Janus það er alveg nokkrar þetta verður uppleggi fyrstu 7-8 mínútur það get ekki verið með bestu vörnina og bestu sóknina inn á í sama liðin sko, fyrir mér er einn leikmaður sem er það góður í því sem hann gerir að það réttlæti það hann get ekki spilað báðum einn og það er Gísli Þór og það verður gaman að sjá sérstaklega svona leikar framlíkjandi vörn þannig að þarf hann að vera á tánu ég held að þetta verður bara vissla fyrir þess að gæða Gætu við sé að Gísli óvers og Gísla meira það síðan hvað er nafni stóðsettinga líka að vera að spila maður á mann Ísland er eitt versta liðið sem hún spilar maður á mannmóti sko. Þannig ég held að þetta verði mjög auðvelt við höfum þetta að skora mjög mikið á mörgum í þessu leik en ég er sammála þessu en svo fær ég að spyrja mig það er alltaf að tala um Arnar og svo ertu komið með Einar Þorstein og þess að gæði ég meina þú veist ef við tala bæði um Ímir og elliða þú veist það er ekkert pláss fyrir fleiri heldur en 2 gæði að spila á línu sko við getum ekki að nota eitthvað 3-4 sko skilurðu að því að mann verður líka að komast í taktin en mér finnst að Arnar hvor er þá meira að fara að spila Ímir eða Arnar getur verið að nota á báða sko, mér fannst til hvers og svo vil Óli Stefánsson strákið sinn og þeir segja margir hann sé jafnvel besti varnarmaðurinn bara í liðum hann hafi eitthvað sem aðrir hafi ekki ég get sagt ykkur það ég með inside scoop ég veit ekki hvort þið komið fram í fjölmiðlum en ég veit hópinn í kvöld hvað eru margir í hóp? Það er 16, það er eitt sem situr hver situr? Einar Þorsteinn situr, hann er veikur það var í hátteginu þarna, það var upp í Þrótti það var Lambo Bernes og þeir voru að gemma þarna Óli og Ásgeir og það er þú Lambo Bernes allstaðar? Já þetta var þetta bara lamp og þá var Óli tilkynnti þetta að sonur hans var í veikur en ég meina hann hefði hvað sem er verður að skilja þetta, máttu vera með 16 skýslu bara 16 skýslu hann hefði trúlega ekki verið á skýslu því að hvað á hann að gera í þessu leik? Ekki neitt en mér finnst svona, svo eru við bara með hægri hódnamann sem er þetta fáránlegt og við höfum náttúrulega rætt þannig að ég svona mér finnst þetta svolítið svona og ég er mestar ágjörður þessu í Íslandi mótunu því mér hefur fundist og ég er sammála að þetta var aðeins betri fyrir þetta var katastrófa 2024 að það vantar betri stjórnun fyrir utan þú veist þetta sé klift og skorið eins og það var að tala um Dag Sigurðsson sem ég hef ekki tekið eftir að hann var bara með gæja þú voru að tala um Aron Pálma og Logi bara skitturnar, þeir spiluðu til 15 nei, spiluðu 13 til 15 ef það voru frábærir, þá fenguðu 15 ef það voru ekki sérstaklega góður, þá fóru út að þetta 13 við vorum sáum þetta aðeins í fyrra þá kom alltaf Aron og Gísli kom inn á saman eftir 10 korter þeir kom inn á saman en nú er ekki Aron en sko málið er, mér fannst í fyrra alveg þetta var fínt í svona 20-25 minútur af því að það vissum að hvað var að gerast en svo kom seinni hálfleikurinn þá fannst mér maður sjá aðeins óreiðuna aftur eins og var stundum hérna árið áður þetta þannig að vera allan leikin það er málið, þetta er auðvelt í byrjun en svo þegar það fyrir að allega leikurinn kannski verið spennandi og það er komið og verið rætt og mikið þá er þetta að vera með þetta hreinu svo er þetta kvíla, skilur það? Og svo er þetta með Haug Þrasta líka ég held að í þessu hraða sem er komin í þetta í dag held ég sé bara svolítið þessu ég held að körfuboltaþjálfarar séu nokkurn veginn búin að ákveða hvenær er kvíla bestu mennina sína
veist, á hvaða momentum síðustu 2 mínúturnar inn í fyrra áleik þú vilt hafa hann inn á byrjun kannski skiluru, bara svona ná frumkvæðin í leiknum og eitthvað svona og svo viltu hafa hann inn á í lokin, bestu mennina en þá komum við að því af hverju kemur alltaf slæmikablin? Jú, trúlega, út af því að hafa alltaf eitthvað í byrjun seinna áleiks, hann eiginlega alltaf þar, slæmikablin þá er líka alltaf að vera leiföllum að spila og vera að skipta, þá kemur slæmikablin kannski sleppum við bara við slæmakablan ef við erum ekki alltaf að skipta svo mikið og þetta sé bara alveg klift og skorið þess að Hauk Þrastarsson, ef hann ætlar ekki að spila vörð getur að spila eitthvað í mótinu það verður challenge að koma honum í hlutverk sko. Þú veist, af því að þetta svo mikið púsluspil og það er líka svo mikið krafa á að koma honum í eitthvað hlutverk en Snorri verðist ekki vera að hlusta neitt á það en hann getur ekki spila vörð, þá skilja ég alveg Snorra ég var í umræðum í gær þarna þetta og það var svo góða punktur hvað hefur Haukur Þrastarsson sýnt til að uppskera það eða verðlauna það að við séum eitthvað að spila okkar leik eða tróða honum inn hann verður bara að koma inn á og nýta þessi helvitist tækifæri þegar hann færður já líka geta að spila vörð hann er bara algjör kökkur sko, hann er ekki nafli sko hann er svona Teddy Ponsa kallaðar hann í ræna eitthvað lögun ég saknaði þess að vera þú veist Aron gat verið á bekknum hort á leikinn með sinn handboltaheila og verið það sem vantaði þegar hann kom inn á og bara greint það hvað vantaði og verið það og þegar vantaði bara skotmann þá var hann skotmaður, þegar vantaði harða vörn þá var hann varnarmaður og svona ég óttast að við séum ekki með þetta Nei, ég segi saman með Aron Einar í landsliðinu hann er alltaf valinn í landsliðinu, hann spila aldrei mínútu í fótboltalandsliðinu eftir ég hlusta á Aron Pálmarsson í þessum eina þætti sem hann mætti á Rúnuna með strákonum þarna það var bara ótrúlega magnað að hlusta á hann hann vissi miklum það var alltaf level honum hinn er 3 og Óli er náttúrulega geggjaður og Kári og Logi svolítið kannski svo ég og þú sko þú veist, svona fara í allar áttir en þegar hann var að leikrein þetta Aron ég bara what the fuck og okkur er hann ekki bara í hópinum á bekknum í þjálfartin ég veit að nú að Snorri leitar mikið til hans eftir að hann hætti og þú veist, við gert það núna þvílík handbolta greint með þátt þetta sáu hann að þátt? Já, og ég bara, þú veist, var með honum í gæri mitt vorum í svona panel varst þú í panel í gær? Nei, það var sko hann var að tala um ég spurði hann einmitt eitthvað svona hvað þurfum við að gera til að ná þessum best út úr Ómari og Gísla og þú veist að þegar við erum ekki með sama miðjumann og ekki með sama línumann eitthvað svona og þá kom bara svona lærð 15 mínútur að ræða bara, skilur við en það sem að menn þá fór hann bara skilur við þá fór hann bara í að taka taka meiri barsa sem að Gísli hótar á fyrir þristinn þetta er eitthvað sem að gómurinn bara skilur ekki mér skilur gaman, en leikmenni skilur þetta þess að hann að vera það, gómatir skilur ekki gómatir elskar að horfa okkur að því við erum ekki að tala um milli 3 og 4 og 2 og 3 og það sem er með að slaka á með og ég sagði oft í Kjartan Atli við vorum að byrja með körfuboltakvöld þú verður að fara að slaka á þessu með tvistin og þristin og fjarkin þar að laupa þetta voru skemmtið áttur, það er enginn sem skilur þetta og ég heldur það er bara sónar út sko og þetta er saman með handboltan, ég elska handbolta ég veit mjög mikið þetta en ég er ekki alveg þarna sko það verður að blokka þristin og fara með tvistin það er að tala íslensku við þessi sem er að horfa á okkur en hann er geggjaður og ég vil að sjá hann og ég sammála okkar manni að þetta er bara Dóranum að þetta er að ég hef stórar ágjörð því að hann sé ekki með bara upp á hópinu þegar hann er út af hann sér leikinn svo vel, hann sér hvað það er að gera hann kemur inn á og hann er bara karakter og mér finnst bara vanta karakter og ég hef eftir að sjá hverju ætla að stíga upp hana ef það fer að blása á móti í okkur hann verður með einslög hjá Rúf bara gerir ekkert fyrir okkur in play ég segi það verður bara geggja fyrir okkur í sófanum það gerir ekkert fyrir okkur á vellinu ekki og er ekki að livestreama þetta inn í klefa Snorri var eitthvað að íta því að fólki að Ómar væri að stígin því ægja þau tækar fyrir þetta og ætla að vera þessi maður Ég held að Ómar hafa bara nóg með það að spila vel og einbeita sér að því hann er bara ekki sama típan og Aron sko, frábær handboltamaður en hann þarf að gera allt í þess við snerum hjólinu í síðasta þetta förum að fá það strákar upp á og Janus Staði kom upp og þannig að það er búið að bústa línuna á honum yfir 1,5 yfir 2,5 ég veit að spáða hvað, hann var góð línun
Hvað séru? Ég var einmitt að spáða hvað lína væri góð. Já, þetta við bústuðum hana. Já, þetta góð lína. Já, er ekki 2-5, það ekki skemmtilegt? Mér líst mjög vel á Janus skóri. Kongurinn í þessu liði, því þessum leik. Aldrei myndi 6 mörk, farið bara yfir 4,5. Já, það þetta mér líst vel á. Þú ágjör hann byrja ekki, en hann áttur að spila þetta. Byrja ekki? Nei, ég myndi byrja honum. Mér veist Janus staði mun betur sóknarmaður en Elvar. En Elvar verður að vera í vörninu. En Elvar hann svona í byrjun þegar við viljum svona, þú veist, svona run and gun fyrstu svona 7-10 minnar, þá leikur svolítið kaotískur sko. Það var fínt að vera með Elvar þarna. Já, ég held að hann byrjuði sko, þú veist, en Janus sá eftir að spila mun meiri í sókninu, en það þarf að finna út úr hvernig, þú veist, bestar er að vera saman í vörninu. Janus er gæði sem getur bara spila 60 mínútur sko, vörn og sókn. Ég skemmti fyrir landsliðin daginn í lokuðu rými og þá einmitt, þú veist, ætli ég segja, Janus var léttar en aðrir. Hann var búið með einu meira en aðrir. Já, þú veist hvar hann endaði kvöldið. Nei, ég þarf ekki að vita. Ég veit það. Þú veist það. Hann endaði með hitta Mike á Kjarval og við fórum 2 saman á einhvern stað og hann var með mér allt kvöld. Og síðan skilaði Mike og hitti mér. Akkur að þurft að vera The Wire. En hann var mjög skemmtilegur, hann var gýr í honum. Kannski er hann Dark Horse leiðtóginn. Nei, menn hann sagði það bara sjálfur og ég er alveg klárlega sammála því en og hann þú veist, ég vil bara hann spila sem er líka bara frábær varnarmaður. Herru, stráka, ég er að fara skrifa til kaupsamning eftir, ég þarf að fara til tímyndir. Já, ég fara spinna punktbindi. Hvað séru? Þú kaupaði punktbindi. Já, eitthvað fleira. Herru, erum við með bettin? Skoðum kíkjum á bett dagsins. Sko, við hendum í það er mennur snöggir á þetta, það er búið að það er uppselt hjá mér og Mike er að seljast upp. Mike kom aðeins seinna inn en við erum með sama stuðul sko, og ég er með miklu betra bett þannig að mjög skrítið að ég segi hvað þitt fellur á, Elvar fær ekki 2 mínútur. Jú, hann fær 2 mínútur bara eftir svona í fyrstu 3 sóknunum sko. Jú, ég bara strax sko. Nei, ég er tjóka. Herru, Ísland 6,5 og yfir 34,5 mörk. Ég held bara, við erum að fara að mæta gjörsamlega trilltir, þú veist, við erum bara með keyrum þetta svolítið vel upp og þetta hangir svolítið saman. Ég held að til að vinna þetta 6,5 þá þurfum við eiginlega helst að vera allan í svona kringu þennan markafjölda. Ég held að Gísli þetta er að henda honum helviti vel í sér framlengjandi vörn yfir 2,5 og Óðinn 1 með hotnið. Þú veist, ef við fáum einhvern tíma fyrstur hraðabylgjum fyrsta tempo hraðablöp í þessu móti það verður þessu leik og hann leikur sér að þess að 4,5 línu. Veisla fyrir línumann Ég elliði óvers gæti verið snið sko. Maður veit bara ekki hvað málið með elliði það hann alltaf það eru fái línuminn í heiminum, hann er mjög góða leikmaður, hann bara klúrar rosalega döðu og skem okkur hann klúri fyrst 1-2 færunum sínum. Þá getur bara vel verið að hann skipti línumann, því hinn geta alveg spilað hann línunni líka sko. Óðinn, þetta er alltaf þú veist, hann er að fara að spila bara 6-10 mínútur í þessum leikhaldi þetta mun henda honum 2,5 sko Gísli, ég var búin að fara í þá línu þú veist ég held að Orri byrjar á vítónum í þessu leik. Ég er með Janus, þú veist, Orri geti klikkað fyrsta færinu og bara Bjarki fengi alla, hann líka geti skipt hálfleikunum milli þeirra. Geti gert það. Það er bara mjög eðlilegt að gera það í þessum leik. Ég vil árinni fer ég Orra eða Bjarka, þá vil ég að sjá svona hvernig hann er að gera það. Er hann að láta á leik og leik? Óðinn er náttúrulega langbesta pikkið í þessu. Sko Ómar, það er ekki svolítið hálín á, ef þú fer hans í Ómar. Þú veist, 5,5 eða allar að fara yfir. Hann er alltaf að fara að gera 8 mörk í þessu leik. En það er spurning, sko, já, að þetta er fyrstileikur. En ég held svona sem átti Pólverja, þú veist, ef það er bara örugt og þá geta hann svona látið Viggo svolítið spila meira þar, sko. Og Viggo er bara hörku leikmaður sem getur gert 10 mörk í leik, sko. Við erum í fínum málum þar, sko. Viggo var mjög góð að síðan, sko. En höldum okkur bara sem við vorum með að náðan og er hún ekki ekstra þarna? Þetta er svona 5-5, 6-5 eitthvað. Jó, ég heldur vinna með leik. Vinna leik með 10 mörkum. Ná ekki, allt yfir dalið. Lágmark. Lágmark. En hvað ber að ég á nú með einn í smá skýrslu, hvað ber að varast á ítölum, þegar menn eru nú aðeins að hlusta og vilja smá fagmennsku hérna. Hvað ber að varast hjá ítölum fyrir okkur, hjá ítölum í þessu leik? Hvernig geta þær staðið í okkur? Þeir bara með því að koma okkur óvart með þessum handbolta. Suður Kórea 86. Já, ég held að sko ef að þeir ná að byrja en að leikstert, slá okkur út af læginu með þessum ófyrirsjáanlega handbolta sem þeir spila, þessum
5-1 eða 3-3 fyrir eftir hvort þú horfður Dróni sé að kveikta drónunum. En nú talar hann mikið að Snorri að muni jafnvel fara í 7-6 heldur við pökkuðum ekki alveg saman varnarlega þá en þá var náttúrulega markið okkar alltaf opið eða verið að spila og þeir eru hann að tala að við séum að fara í 7-6 Snorri Í þessu leik? Ég sé það ekki Hann var að tala það í einhverju viðtali sem ég las á hann Hversu mikið erum við að fara að byrja að aðlast þeirra leik í staðan fyrir bara, við eigum bara geta keyrt yfir handbolti á þessu leveli, þú aðlaðast svo hratt en sko, hann fer í ef við lendum bara einhverju tómri þvælu með þess að 3-vörð, þá fer hann í 7-6 bara til að íta þeim niður, sko, þú veist, og þá getum við bara að spila okkar leik, en það er þá bara það er bara ef við erum í einhverju tómri þvælu með þess að vörð, sko. Hann var að tala einhverju viðtali að hann væri búin að ræfa það eitthvað Gaupaginið, sko. En hann hefur spilað hann hefur spilað lítið, þannig að allan með landslið. Ég hef aldrei hrifin þessi 7-6 ég sé svo mörg sérstaklega landslið bara tapar hreinlega leikjum á að fara í 7-6 sko. Það er líka bara átt að spila mútið lið sem alltaf er eðlilegt að pakka þeim með 10 mörkum og það er svona smá aðeins að sturta egoinn í klósetti og það er að spila 7-6 En hvað leikmann hefur að varast? Er enginn sem getur skorið á Ítalíu? Skorið þeir bara 0 mörk? Komið með leikmannalistan hjá Hljóta að vera einhverju leikmenn þar sem eru líkil Þar kemur þú tætið, þú ert sérfræðingur í þessu Plantnerinn Þeir eru nokkrið í Bundeslíkunni sem eru í Ítalíu En þetta er engin upp sem að Ég var ekki búin að neitta þessu nöfnum Það er alltaf einhverju 2-3 gæðir að fara að skora meira hlutan af mörkónu, er það ekki? Það er einhverju bræður Já, það er Leo Plantner, hann er í Balingen Já, Andrea Barsini, það er markaðasti leikmaður Ítalana og síðan er hver er línan á Barsini? Heitir hann Andrea? Hann er bara 3 Þeir eru bara 3 Svo er síðan Mikael Helmersson sem er í Kóburg Það eru bara 3 Mikael Helmersson, það hljóma nú ekki mjög ítalskt Þetta er svolítið sænst svona Svo eru Mengum-bræðurnir en þú veist, þetta eru bara Simone Mengum, hann er þarna, hvað er línan á hann? Stokkar, hann eðsti? Mengum Já, í Eisenach Hann er Eisenach, það er miðmaður Þú veist, er hann ekki alltaf að fara að gera 5 mörk í þessu leik? Einhverju verður að skora í þessu liði Já, ég er að segja það, hver er að skora? Það er þessi, til að mynda og Leo Plantner sem er í Balingen Hvað er Leo Plantner? Þú veist, það er bara þessi 3 sem eru á þetta, það eru algæðarnir Það er ástæði fyrir að þeir eru pikkaðar út hann og Helmersson, þetta er þessi tónnamerðinir og miðmaðurinn, ég veit ekkert hver er á vítunum þetta það er ekki líklegt að sé einhver af þeim 3 það er 100% 100% verkefni verið því að vinna í dag finna út hver er á vítunum ég sendi það Heyrið þið kaupa? Ég ringi kaupa, ég með númer Ég get lofa að kaupi við hver á vítunum Ég sendi það Ég get líka lofa að ég veit að kaupi svarað þér líka 1 mínúti 5 sko Já Einu gæðin sem myndi svara Kaupi eru miklu vinur Á ég reyna að finna út úr sér þetta í beinni Þannig að ég veit að hann veit að hver er á vítunum Ég bara prófa að senda hann hann reyndar Gaupi kannski ekki líklegur ekki mikill SMS maður maður þarf að hringja banku upp á kem með eina rúðu og við förum yfir þetta Sérðu hver er á vítunum? Herri, ég skal taka skoða maður chatið á meðan þetta er að skoða þetta Hvað er gerist hefur Ponsan selt miða á The Gun Show Það er frítinn Ógefis yfir Kæmi snabli í þetta ítalska landslið Nei Þessi Helmersson tók víti síðast og klúraði því Það var eitt víti Já, en hann klúraði, þannig að kannski ekki alveg Nei, kemur bara í ljós En þessi gæri er greinlega allir að geta skora eitthvað 3, 4, 5 mörk Einhvers staðar þegar mörkið er að koma á Og svo ætlum að spurði hvernig markværslan verður í okkur í þessu móti og hann ætla stórkværsli í síðasta móti og ég held að vera ekki jafn góð í þessu Mér sýnist þessi Plantner vera á vítun Plantner Takk Kaupi Ég held að þú veist, þetta er pottþétt hvað við mótið að spjóka pottþétt Er þetta the last dance? Ég held það sko, minna hann er jakað mér sko. Hver? Jöggi? Já, nei, hann er ekki 84 Nei, 85 Þetta er 85, já þau eru jakkamlir Við erum jakkamlir Ég held að hann verði líka með á næsta ári sko Ef við förum En ef við vinnum til verðlauna þá kalla Björg þetta gott Já, ef þú ert svolítið að börnum með ekki Jú Þú veist, ef þú fengir bara tækifæri til að losna undan þessu Já, mánu ári og við erum út í ákvæm einhverju skaurum Þú myndir alveg treyna þessu lengi og getur sko Ég held að Björki verði bara í þessu landslið menninu valin ef hann er að spila sko og því miður er það bara þannig að það er með ólíkindum að hann skulle ennþá vera það er náttúrulega bara áfellistómur á aðra markmenn það er bara þannig markmann sjálfur markmenn bara alla aðra því miður það er bara svo leiðis og ekkert á hann ég menna hann bara er næst besti markmaðurinn og það verður reynilega bara spurning ég meina ég ætla bara að vera
djarfur hérna, ég ætla að segja hann eftir að vera með verja fleiri skoti í þessu móti en Viktor Gísli. Ég fíla svona fyrirlýsingar. Hann var bara mjög góður á móti Frökkunum. Er þetta að fá stuðla á þetta? Meðan Viktor Gísli ekkert er að sérstakur á móti Slóvenum. Hver byrjar? Ég spyr. Viktor byrjar. Hann byrjar á eftir, en hver byrjar svo aðaleikina móti Ungverjum? Hver er að fara að standa sig betur? Ég held að Bjöggi er ekkert að mæta þetta bara til að gefa eitthvað vakt. Sko málega, mér finnst þeir eru mjög gott teymi að því leiti að þú fær svona yfirleitt, þú fær svona meiri solid foundation með Viktor Gísla, skilur við, en þú getur alltaf hent Bjöggi inn á 10 mínútur korter og annarkvort vera hann 80% skotunum með eða 0, skilur við, þá tekur þú bara út af aftur. Hann er svona örbylgjóp. En það var Ungverjaleikurinn í fyrra sem að Króataleikurinn í fyrra þegar hann bara tók hann allt og seint út af, var ekki Bjöggi? Það voru mistök og Snorra, stóra mistök. En svo er bara spurning, er Bjöggi að fara að verja meira en bara myndi allt í hennu fá að byrja? Það er spurning sko. Herðu, strókar, bara hættum þessu, bara lokatölur kvöld. Í dag. Byrja á Mike. Jón, í þættinu með mér í morgun og segja, ég held ég þess að 33-25. Já, 8 marka sigur. Já, ég held að þetta sé 23-33. Ég held að þetta sé 33-22. Þú var allir með 33? Já, ég var satt ándjóks, bara hérna var einhverjum teipleikjum og eitthvað, þá var ég með 33-25. Eins og ég? Nei, ég var með 34-27. 34-27. Það ekki að fara að snúa hjólunu? Já, spin the wheel. Sem er ekki gott, þú var síðan að setja seðil á hann sem verður yfir 34 mörg sko. Þannig að þú ætti að vera samkvæmur sjálf. Skoða tjattið. Ég var með 35-27. Skoða tjattið og gefðu einhverjum 100 eurur. Hvað séru? Gefðu einhverjum 100 eurur. Já, einhver sniður, bara þið fáið. Skoða þetta, ertu með það? Þið fáið 2 mínútur til að vera sniður. Svo sem er sniðast, þú fær 100 eurur. Og Dóri dæmur það. Hver er epic bústaður? Núna. Það er snúið nokkur í hjólunum og þetta er bara, hvað er þetta hjól? Hvað hefur séð þetta áður? Þetta er danski. Heyrðu, það er bústir á Gísla, maður! Það er meter. Shit! Er það fyrir Póland eða? Það er fyrir Póland. Það er fyrir Póland. Já, Gísli Þorgeir er alltaf að fara. Er hann ekki alltaf bestur í leik 2? Jú. Það er það sem ykkur unna. Ég sótti staði að ef ekki bara sem að spurði hvort ég tekið to the gun show, það er ekki bara flott. Kristoffer Box, hann er líka, hann er virkur, hann er dullur, hann horfir alltaf, ég ránaði með hann. Hann er grændir og hann er velunaði fyrir það. Takk fyrir. Herru, erum við ekki bara góður? Já, við erum góður, bara áfram Ísland. Áfram Ísland og við sjáumst á sundaginn fyrir leikinn á móti Pólandi á sama tím.